Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 19. júlí, 7. sunnudag eftir þrenningarhátíð þema dagsins við borð drottins. Í lexíunni skrifar Jóel: Óttist ekki land, heldur fagna og gleðjist því að drottin hefur unnið mikið stórvirki. Óttist ekki dýr merkurinnar, beitilönd öræfanna gróa, trén bera ávöxt, fíkjutrén og vínviðurinn veita þrótt sinn. Í pistlinu stendur: Þeir sem veittu orði hans viðtöku tóku skírn og þann dag bættust við 3000 sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulanna og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Og í Guðspjallinu, sem ég mun aðalega tala út frá, vilja fræðimenn og farisear að Jesús geri tákn svo þeir trúi. En við skulum byrja stundina á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 7. kafla. Þeir spurðu hann þá: Hvaða tákn getur þú sýnt okkur svo að við trúum? Hvað afrekar þú? Feður okkar átu manna í eyðimörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég ykkur, Móse gaf ykkur ekki brauðið af himni, heldur gefur Faðir minn ykkur hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir við hann: Drottinn, gef okkur ætíð þetta brauð. Jesús sagði þeim: Ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins við borð drottins og upprunalega merkingin að sá sem situr við borðið hefur þegar meðtekið boðskapinn. Hann neytir brauðsins og vínsins og sál hans mun hvorki hungra né þyrsta á eftir. Kristið samfélag samsett af þeim sem velja að játa trúna, ólíkt öðrum trúarbrögðum þar sem menning og lífstíl samfélagsins svo samofin að skilin á milli trúar og hefða ógreinanleg. Játning kristinnar trúar byggir á vilja einstaklingsins, þess vegna fræðsla nauðsynleg. En hvernig eiga menn að fræðast Guð nema einhver kenni þeim, og hver á að kenna nema hann hafi sjálfur verið uppfræddur? Það sem svo athyglisvert við texta lexíunnar úr postulasögunni að fólkið aðgreindi sig á áberandi hátt frá öðrum í samfélaginu. Það seldi eigur sínar og hópaðist saman. Guð og samfélag trúaðra varð lífstíll þeirra og endanlegur áfangastaður var ekki á jörðu, heldur á himni. Því að Jesús sagði: Ég fer burt og kem til ykkar. Ég kom frá föðurnum og ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, þá kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég Fólkið seldi eigur sínar því það taldi að Jesús kæmi fljótlega aftur. Á meðan það beið eftir Jesú, þráði það að heyra sögurnar hann og segja öðrum frá, og enn þarf boðskapurinn að berast áfram, því enn laus sæti við borð drottins. Annað athyglisvert að hinn almenni borgari var fús til að tileinka sér boðskapinn, en Guðspjallið sagði okkur að þjóð Guðs, þeir sem áttu spádómana komu Jesú,
höfðu komið til Jesú vegna vantrúar á hann. Þeir vildu sönnun. Einhver sagði, meistari, ég vil sjá þig gera tákn. Og Jesús svaraði þeim, vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Og táknið sem Jesús vísar til að Jónas lifði 3 daga í hvalnum og Jesús var 3 daga í gröfinni. Þekktasta frásögnin vantrú af Tómasi lærisveini, sem þó hafði gengið með Jesú. Hann hafði svipaða hugsun og gyðingarnir og hann sagði, sjái ég ekki naglaförin í höndum Jesú og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa að hann sé upprisinn. Þegar Jesús birtist honum síðan, sagði hann, sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og við erum í þeim hópi, við höfum ekki séð en trúum þó. Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá, segir í Hebreabréfinu. Andstæða trúarinnar vantrúin. Hún byggir mat sitt á því að hið óséða sé ekki til og vill sannanir til að trúa. Jesús sagði að sú kynslóð sem heimti tákn væri vond og ótrú og ritningin notar oft samlíkinguna að vera ótrúr eða að drýja hór í merkingunni að halda við aðra guði. Því getur eitt boðorðanna, þú skalt ekki drýja hór, verið aðvörun að tigna ekki aðra guði. Guð hefur sagt að hann sé vandlátur Guð og að hann sé hinn eini sanni Guð. Í Opinberunarbókinni segir, vertu trúr allt til dauða og ég skal gefa þér kórónu lífsins. Trúfesti það sem Guð biður Því fyrir trúfesti fáum við allt það sem við þurfum og trú á stærð við mustardskorn nægir. Að fá sæti við borð Drottins loforð líf í fullri gnægð og samveru með gestgjafa sem elskar okkur eins og við erum. Spámenn Gamla testamentisins þreyttust ekki á að segja fólki að óttast ekki, heldur gleðjast og fagna í trausti trúarinnar á Guð. Frelsari þeirra væri væntanlegur. Jesús hið sanna brauð sem gefur eilíft líf. Myndmálið auðskilið því manninum nauðsynlegt að nærast. Sá sem kemur til mín, sagði Jesús, mun aldrei að eilífu hungra og sá sem trúir á mig mun ekki þyrsta. Þessi 2 efni, brauð og vín, táknrænt líkami Krists í kvöldmáltíðinni. Við þurfum að meðtaka boðskapinn svo hann verði hluti af okkur, okkar lífi og lífstíl eins og segir í pistlinum. En greinilegt á frásögn pistilsins úr postulasögunni að menn voru að búa sig undir endurkomu Jesú. Þeir héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Nýttu tímann til að fræðast, voru skýrðir inn í samfélagið, þeir báðu saman og Drottinn bætti daglega í hópinn þeim sem að frelsast létu. Í þessum atriðum kristallast guðþjónustan í kirkjum okkar í dag. Við komum saman í helgidómi Guðs, við fáum fræðslu Guð, lofum Guð í bæn og lofgjörð, neytum altaris sakramenta og öldum saman hefur verið hefð fyrir samfélagi í formi kirkjukaffis eftir guðþjónustu. Menn hafa ríka þörf fyrir samfélag og þema dagsins segir að við munum sameinast við borð Drottins.
Í Sálmi 23, Drottinn er minn hirðir, lýsir sálmaskáldið samfélagi og lífi í fullri gnægð. Ekkert mun skorta. Þar kemur fram að Guð býður okkur að borði sínu og bikarinn á borðinu er barmafullur af gæfu og náð Guðs. Altarið í kirkjunni er tákn nálægð Guðs og á því er heilög kvöldmáltíð tilreidd. Þess vegna hefur altarið verið kallað borð Drottins og frá borði Drottins, altari kirkjunnar, á andleg næring að flæða. Jesús hafði að vísu ekki borð þegar hann talaði til fólksins, en honum fannst mikilvægt að næra fólk bæði andlega og líkamlega, og í Guðspjöllunum höfum við 2 sögur að hann hafi mettað mannfjöldan sem fylgdi honum með brauði og fiski. Sögurnar eru fullar af táknum. Jesús er jú brauð lífsins, hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hann er okkar andlega brauð sem veitir andlega uppbyggingu. Við gætum sennilega komist í gegnum lífið með því að neyta aðeins veraldlegs brauð sem aðal fæðu okkar. En Guðs orð segir okkur að maðurinn lifi ekki á brauði einu saman, heldur hverju því sem framgengur á munni Drottins. Boðskapurinn þarf að komast til skila, annars verður hann engum til gagns. Og texti sem veldur misskilningi getur orðið til ógagns, eins og Páll skrifar. Þeir eru heitir í trú sinni á Guð, en skortir réttan skilning. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur. Jesús kom til að boða ríki Guðs og bjóða okkur að setjast við borð Guðs og njóta allsnægtana í ríki hans. Margir standa í þeirri trú að allir fari sjálfkrafa til Guðs þegar þessu lífi lýkur. Ef það væri rétt, þá hefði Jesús ekki þurft að koma. Guð hefur sagt að hann sé vandlátur Guð og hann sé hinn eini sanni Guð. Með trúna í hjartanu eigum við öruggt sæti við borð hans. Hann gefur okkur það fyrirheiti og við getum treyst orði Guðs. Þess vegna þreytist ég aldrei á því að segja að í þessu lífi er ekkert eins mikilvægt og að nota þetta frjálsa val sem við höfum til að játa trúna á Jesú Krist sem kom til þess að frelsa okkur frá öllu illu, eins og við biðjum í bæninu okkar Faðir vor. Hann kom til að veita okkur allt sem við þörfnumst, til þess að geta lifað að eilífu. Hann vill gefa okkur hið andlega brauð, andlega næringu sem gefur okkur styrk í okkar daglega lífi, staðfestu í trúnni, fullvissu vonarinnar eilíft líf og gleði og frið í hjarta. Náð Guðs er svo mikil að bikarinn er barma fullur. Já, náðin er ótakmörkuð. Það eru allir velkomnir að borði Drottins eins og lærisveinar hans sem voru óskup venjulegir menn. Þeir svöruðu kalli Jesú hann sagði fylg þú mér, og með trúna í hjartanu höfum við líka svarað kallinu að veisluborði himins. Við eigum þá frátekið sæti við borð Drottins alla eilífð og enn eru laus sæti við borðið fyrir þá sem vilja heyra Guðs orð og vilja varðveita það. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.